Já, velkomin á Frelsi TV. Pétur Axelsson heiti ég, stofnandi Sjálfsveldisflokksins og frambjóðandi í 7. sæti hjá Dögun, XT, hjá Dögun. Og ég hefði þá svolítinn áhuga á því núna að ræða pólitík og hvað virðast í raunveruleikanum vera fáir sem átta sig á þeim sirkus sem þar í gangi. Og við vitum að sirkus snýst út á það að sýna meðal annars svona þjálfuð dýr, vel þjálfuð dýr. Og það hafa nú verið mjög áhugavert að ég á náttúrulega marga félaga í Dögun frá því úr hagsmunasamtökum heimilanna og það er nú það er nú svona framboð sem hefur ekki gengið neitt sérstaklega vel, endar eru þeir ekki Dögun er ekki í valdstjórnar mafíunni og það eru í raun allar dyr lokaðar fyrir framboð af þessu tagi. Og menn eru stanslaust að svona skýrgreina aðstæður eða afsakanir fyrir því að þetta framboð fær ekki vera með í viðræðum og pallborðum og fleira slíkt. Og og áður en ég tók sæti þarna þá var mönnum kunnugt starfsemi mína í Sjálfsveldisflokknum og hugmyndafræði mína. Og það voru eitthvað skiptar skoðanir það hvort það ætti heima inni eða hvernig það er. Það skiptir svo sem engu máli, það er grunnstefnan sem maður er svona upp að vissu marki bundinn að. Og það sem ég hef verið að segja getur svo sem alveg rúmast þar inni að einhverju leyti. En það sem ég hefði náttúrulega það er óbúslega erfitt að vera lífið svona hópismi snýst ákveðin taflmennsku eða taflborð og þessi pólitík er fyrirfram skýrgreindur leikur sem heitir tafl. Og það er óbúslega einkennilegt að sjá fólk, og þá er ég ekki bara að tala Dögun, ég er að tala framboð almennt, er að tala eins og ef við ímyndum okkur að þetta sé skák, þá ég hafði nú einmitt gaman að því þegar að Bobby Fischer og Spassky voru hér að tefla skáklýsingarnar, maður beið alveg eftir skákskýrungunum og rýndi á þær allan tímann sem þetta var í gangi. Og og þarna voru gríðarlega mikið af svona skákspekulöntum sem að virtust og sem að vissu, ekki bara virtust, heldur raunverulega vissu heilmikið skák. Og þeir voru alltaf að tala já, nú setti Bobby Fischer fram einar þetta til einar hitt og færði peði hér og hrókin hingað og síðan var komin upp staða og þá byrjuðu þeir að spá í hvað munu þeir tefla næst. Og það er ákveðin aðferðafræði við að spá í það hvað taflleik menn ætla að tefla næst. Og aðferðin við það er að þekkja leikjastrategíur og vita hvað skákin snýst. Það er nú svona grundvallaratriði til þess að geta spáð fyrir næsta leik í skákinni.
og ég tek eftir því að fólk er að horfa á taflborðið og segir síðan já, er ekki best að við teflum næst Einar 5 til Þorgerður 13. Jú, gerum það, alveg absolutt. Og og síðan eftir þann leik þá er ég heyrðu, við spilum næst frá Þorgerður 13 til Þorkell 33. Já, gerum það. Það er frábær leikur. Já, það er næsti leikur. Absolutt næsti leikur. Og nú til dæmis hlustendur sem er að hlusta á mig núna, þeir hluti af þeim skilur brandarann, en hluti af þeim hlustendur skilur hann bara absolutt ekki. Finnst þetta ekki einu sinni fyndið og eru pirraður út í mig að vera að tala um eitthvað bull og rugl og vitleysa, eitthvað svona samsæriskenningar væntanlega. En það vita náttúrulega allir sem hafa lágmarksvit á skák að Þorgerður 13 og Þorkell 33 er ekki til á taflborðinu. Af því það eru bara 8 reitir og 8 bókstafir, sko. Og taflborðið er orðið nokkurn veginn svona í heiminum. Og merkileg pæling hvort að fólk viti hvaðan hugsanir þess eru í raun komnar. Og þeir sem að þekkja mind control og heilaþvottastarfsemi og fleira slíkt, þeir taka eftir því þegar verið er að heilaþvota. Og ég hef notað þessa ævintýrasögu hérna undanfarið til þess að útskýra mál mitt og dæmisögu. Að það er The Piper frá Hamlin. Að ég hef lesið þetta ævintýri núna aftur og þið getið fundið á netinu bara, það er hægt að lesa það þar. Að það var gríðarlegt vandamál í þessum Hamlin bæ í Þýskalandi. Og athuga, í þessum ævintýrum þá voru menn að koma visku til kynslóðanna, því það var hérna ritskoðanir og fleira slíkt, þannig að þeir gátu ekki sagt stundum alla söguna. En þetta er alveg ótrúlega djúp ævintýrasaga og ótrúlega djúpt dæmi sem að fjalla er í þessari sögu og á rosalega vel við nútíman akkurat hér og nú. Að það er talað um að í þessum bæ þá hafa nú alltaf verið rottur, sko, en allt í einu urðu þær svo svæsnar og var svo svæsinn rottugangur. Og að sjálfsögðu er mín kenning að gaurinn, flautuleikarinn sjálfur hafi komið fyrir þessum rottum. Af því að eins og kemur fram seinna í ævintýrinu þá virtist hann hafa stjórnað þeim með flautunni sinni, sem sjáu er nú ekkert mjög stór. Nú og stjórnvöld í þessum litla bæ voru alveg ráðþrota yfir vandamálinu. Takið eftir, vandamálinu, undirstrika með rauðu. Og hann kemur og býður þeim aðstoð sína til þess að leysa þetta vandamál. Og hann gerir kröfu ákveðna upphæð, greiðslu fyrir þjónustuna, að losa þorpið við rotturnar sem hann hafði komið þar fyrir sjálfur. Og bærinn svona einhvern veginn, það verður svona eitthvað misskilningur á milli þeirra hver samningurinn var, sko. Þannig að hann nóttina eftir fer með flautuna í gegnum þorpið og spilar, og flautan er táknmynd upp á fjölmellurnar náttúrulega. Og hann fer og spilar og allar rotturnar koma á eftir honum og málið er leyst. Rottugangurinn fer úr bænum. Og sjálfsögðu fara þeir með honum að þetta eru málaliðarnir, það eru rotturnar. Hvort sem það vita eða vita ekki, þeim stjórnað af flautuleik.
og síðan fer hann til bæjar eða til stjórnvalda og heimta greiðsluna. Og þeir voru náttúrulega bara: "Ja, bíddu, við erum búin að losna við vandann og við borguðum þér bara smá hýru og þegiðu." Og flautaleikarin var afskaplega fúll yfir þessu og gengur þarna nóttina eftir og spilar á flautuna á tíðni sem bara börnin heyra. Fullorðnir heyra ekki þá tíðni. Og þetta er ákveðin staðreynd, sko. Það er til öryggiskerfi eða svona, þið vitið það sem er unglingavandamál við sjoppur eða svona verslanir og unglingar hanga þar mikið. Þá er til búnaður sem þú setur upp sem að spilar ákveðna tíðni sem að eldra fólk heyrir ekki en ungt fólk ærist yfir. Þannig að þetta er ákveðin raunveruleiki. Og nú hann spilar á flautuna og öll börnin elta flautuleikinn og hann myrðir þau öll, nema eitt barn sem komst til baka til að segja frá því hvað gerðist. Og börnin, sko, þið vitið það frá tíma Plató, þá talar Plató það til þess að reka ríki, þá þarftu að stjórna skólakerfinu. Þú þarft að brjóta fólk strax frá blautu barnsbeini. Þess vegna sjáum við líka að ýmsir svona sértrúarsöfnuðir skaða börnin við fæðingu til þess að brjóta í þeim ákveðna hluti. Og þannig að skólakerfið sem Plató var að tala var að halda fólki í ákveðnum barndómi. Og ef þið horfið á bara fólk í dag, þetta eru slefandi börn mikið af þessu fólki. Þá er að tala það sem við köllum harðfullorðið fólk í pólitík, sko. Að rökin þeirra eru svo barnaleg að maður veit ekki hvort að maður á að hlæja, gráta eða sýna bara vorkunn. Ég veit ekki hvernig maður á að bregðast við svona miklu magna heimsku í fólki sem að ætti að vera með einhvers konar skynsemi. Og þar er fólk að segja til dæmis: "Já, við styðjum lýðræðislega kosningar, lýðræðið er málið og lýðræðið er lýðræðið og lýðræðið er lýðræði, en við ætlum að vera með fléttulista." Nú, hvað er það? Já, það þýðir að við förum ekki eftir lýðræðinu. Við ætlum bara að raða gamall ungur eða kall og kettling eða vinur og vandamaður eða við ætlum bara að ákveða það. Já, gildir þá ekki lýðræði? Nei, jú, það gildir en er ekki, sko. Já, er þá lýðræðið ekki lýðræði? Já, það er alveg lýðræðislegur flokkur, sko. Já, þið ætlum ekki að fara eftir lýðræðislegum niðurstöðum? Nei, ætlum ekki að gera það. Já, er þá flokkur lýðræðislegur? Já, hann er, þú veist. Ha? Já, ok. Halló. Og þetta er svo ruglað álóðarinn. Og svo er þessi jafnréttis hjal allt saman, sko. Upp úr seinni heimsstyrjöldinni þá var bara að opna allar flóðgáttir fyrir konur, bara gjörsvel, er bara atvinnumarkaðurinn og þau geta bara unnið hvað sem þið viljið. Og allar konurnar hlupu út á atvinnumarkaðinn og fóru allar í svona umsjónastörf sem er svona speglun á því sem þau voru að gera áður. Þær voru heima á heimilinu sínu að sinna sinni fjölskyldu og þær hlupu beint í svipuð störf. Og það var enginn sem stýrði því nema þær sjálfar. Og þess vegna hef ég náttúrulega stofnað þetta stórmerkilega félag sem að er félag íslenskra letingja. Sko, letingjar leita náttúrulega fyrst eftir að vinna ekki neitt, sko. Það er fyrst þeim náttúrulega langbest, sko. En nú ef að þeir neyðast þess að vinna eitthvað, þá vinna þeir bara eitthvað svona eins lítið á hverjum degi og þeir geta, eða þú veist, þeir nenni ekki að taka neina ábyrgð eða gera neitt sem er erfitt, sem þýðir að þeir letingjarnir fá alltaf miklu lægri laun. Og það er náttúrulega misrétti.
Það er misrétti að letingjar fái lægri laun. Nú er ég að tala náttúrlega sem fulltrúi Félags íslenskra letingja. Og þá er náttúrlega bara ekkert sanngjarnara og ekkert er réttlátara og ekkert er meira mannréttindi heldur en að taka fjármuni sem tími einhvers annars sem hann nennir að vinna og gefa til letingjans. Það er bara mannréttindi, ekki satt. Og talandi mannréttindi, sko mannréttindi, orðið sjálft er í mótsögn við sjálfan sig. Alveg eins og ég sagði ykkur áðan, að við erum lýðræðislegu flokkur. Við viljum styðja lýðræðið. En við ætlum að vera með fléttulista. Það getur ekki verið, það er annað hvort eða. Getur ekki verið bæði. Þetta er eins og að segja, já, ég ætla að vera, ég ætla að vera duglegasti maður í heimi en ég ætla ekki að gera neitt. Það er líka andstæða í andstöðu við sjálfan sig. Og sama er með ef þú krefst mannréttinda, ég krefst þess að fá mannréttindi, þá ertu í raun með þeirri kröfu að afsala þér öllum þín réttindum. Af því að mannréttindi eru blekking. Sko með því að krefja alþjóðastofnun réttindi, þá ertu búin að viðurkenna í þeim orðum að þeir skilgreina hvað þú mátt og hvað þú mátt ekki. Og þar með hefur tapað öllum þínum mannlegu þinni mannlegu tilveru og tilvistarrétti. Ég er að reyna að nota ekki orðið réttur, þegar réttur er blekking. Réttur er settur, er líka blekking. Og það er svo erfitt að vera á, og núna eru þessar kosningar reknar náttúrulega eins og hraðstefnumót, sko. Það er bara, já, hvað ætlar að gera í þessu? Finnst þér gaman í bíó? Já. Finnst þér gaman að fara út að borða? Já. Já, og ertu góð við ketti? Nei, já, ok, nei, ég hef ekki á þér. Næsti. Hefurðu gaman að fara út að borða? Já. Þykir ég vænt um ketti? Já. Finnst þér gaman að fara í bíó? Nei, ég er meira fyrir leikhús. Já, nei. Næsti. Þetta er kosningabaráttan. Hún er bara svona. Og sko, það eru á taflborðinu núna, þessu kosningataflborði, þá er blanda af hvað kallar maður, uppblásnum fábjánum, sko. Sem að, sko, og það eru nokkuð stig á fábjánum sem er að hlaupa þarna á taflborðinu. Það er fyrsta stigið sem að vita ekki einu sinni að þeir eru á taflmóti og þeir vita ekki einu sinni að það er verið að spila skák. En þeir eru óbúslega næmir á að heyra svona eitthvað sem einhver annar segir. Já, jafnrétti fyrir letingja. Nei, já, var það konur, já. Já, ok, já, ég vil, bara copy-paste, bara klung. Það er ekkert inni sem að tekur einu sinni þetta copy-paste og skoðar það. Það er ekki einu sinni, já, jafnrétti fyrir konur. Hvernig geta verið jafnrétti fyrir bara annað kyn? Það er ekki jafnréttindi. Það eru sérréttindi byggð á kyni. Já, ég ætla ekki að fara að copy-pasta það, sko. Það er ekki einu sinni þessi brú eða þetta hlið í hausnum. Það bara fer bara beint í gegn, sko. Já, hver er þín skoðun með dýralögreglu? Dýralögreglu?
Ertu þá að meina að það sé dýrt að reka hana eða þegar hún stelur svo miklum peningum? Nei, ekki dýra lögreglu, sko. Dýralögreglu. Já, það er dýrt að hafa lögreglu. Nei, ég meina ekki dýralögreglu, ég meina dýralögreglu. Já, ertu að tala um dýralögreglu sem kostar mikið af peningum? Nei, ég er ekki að tala um það. Hvað ertu þá að tala um, maður? Eða kona eða hver þú ert. Nei, ég er að tala um svona lögreglu fyrir dýrin. Já, lögreglu fyrir dýrin. Og hvað á hún að gera? Já, hún á bara svona passa dýrin og enginn sé vondur við dýrin. Já, og myndi hún þá byrja á því að fara hérna upp á nágrenni stórborgarinnar þar sem verið er að rækta dýr í litlum búrum? Nei, hún myndi nú ekkert skipta sér af því. Nú, af hverju? Er það ekki mesta dýravandamálið á Íslandi? Já, nei, hún myndi ekki gera það, sko. Nú, hvað myndi hún þá gera? Já, hún myndi bara, þarna bóndi sem að sögur segja að hafi verið vondur við belju og það bara ráðast á hann, sko, og snúa hann niður og setja í fangelsi. En byrju, það er nú bara ein belja, sko, og við vitum ekkert alla söguna. Við vitum bara hvað lygarnir eru að segja okkur og áróðursmeistararnir. Já, nei, það þarf bara dýralögreglu í það. Ertu að meina um dýr sem sagt í peningum eða fyrir dýr, eða, þú veist? Og hvað á að gera þegar refur veiðir sér fuglimatinn, til dæmis lóu? Mun dýralögreglan þá taka á því? Nei, hún skiptir sér ekkert við því. Nú, af hverju ekki? Það er verið að myrða litla sæta lóu. Eða minkur sem að nælir sér í fugl. Á þá ekki að handtaka hérna fuglinn? Nei, það er ekkert svoleiðis. Þetta er bara dýralögregla. Já, hvað á hún að gera? Þú veist, ég held að við getum kallað þetta fyrirbæri ekkoisma, ef við viljum ismavæða umræðuna, að það er bara bergmál. Þú veist, og sá sem slær í bjölluna, hann fær bara fullt af svona fávitum til þess að tuðra vitleysun út. Og hérna, nú síðan er þetta var þessi eini hópur, að hlaupandi taflborðið eins og fábjánar. Síðan er næsti hópur. Og hann velur sér svona stjórnmálaflokk eftir einhverjum málefnum. Hann segir, já, ég ætla að vera hérna í Sjálfstæðisflokknum og ég er svona frjálslyndur framámaður og ég ætla að velja hérna samspillinguna sem er hérna allt þetta vinstri ger þarna. Þegar ég vil hjálpa þeim sem eru sjúkir. Og svo er svona fólk sem er einhvern veginn að hugsa þessu sjónarmið og velja sér einhver staðar á það eins og þessum forritum sem er að mynda skoðun hjá þeir og fleira slíkt. Og svo náttúrulega skoðanamyndanirnar sem eru kallað skoðanakannanir, margir hlaupa bara eftir því, já, svona margir sem ætla að kjósa þennan, já, þá ætla ég nú bara að kjósa hann líka, sko. Það er allir svona, veist það, ég er í fermingarveislunum og segja, já, ég kaus Pírata eða ég kaus þennan Sjálfstæðisflokkinn og þá er allir svo vinsalir, vingjarlegir við mig, sko. Það eru þessi fábjánar. En það sem að menn átta sig á er að sósíalismi, hópismi, sem ég kalla á íslensku, það er allir stjórnmálaflokkarnir sem eru í því. Allir, hver einn og einasti. Nema sjálfsveldisflokkurinn náttúrulega sem að komst ekki með í framboð núna. Mjög stuttur tími náttúrulega. Að hérna, það er sko, og menn er alltaf að horfa á seinni heimsstyrjöldina og segja, já, sjá, þarna voru nasistar í Þýskalandi og þarna var Stalin í Rússlandi sem að byggði upp Sovétríkin og svo hrundi það allt saman þegar kapitalismin er nú betri en veist, það svona. En byrju, í Þýskalandi voru nationalsocialist, þjóðfélagshópistar og í Rússlandi voru þetta tveir, það var Stalin og Lenin. Stalin var líka þjóðfélagssocialisti, hópisti, en Lenin var svona internationalsocialisti. Þannig að menn eru að velja sér, ef ég get útskýrt það, þeir eru að segja, ef ég segi hvað er raunverulega að segja í fermingarveislunni eða í kaffibúðinu eða hvar þeir eru. Þeir eru að segja við hvern annan, já, hérna ég valdi hérna rautt glasúr í þetta sinn. Já.
og annar segir: "Já, ég valdi hérna blátt glasúr af því að það er blátt er blámi himins og það er svona." Og svo segir hann: "Já, ég valdi hérna grænt glasúr af því að grasið er grænt og það er gott að hafa grasið grænt." Og svona bara tala heimskingjarnir alveg hver við annan, sko. Svo gerist það stundum í svona fermingarveislum að tveir svona hálfvitar hittast sem að hafa valið sitthvorn litinn, sko. Og þá bara: "Já, valdir þú rautt? Rautt er litur eldsins, rautt er litur blóðsins. Af hverju valdir þú lit hafsins? Það slökkvir allan eld." "Nei, ég valdi blátt sem er blátt himinsins, ekki vatnsins. Og himinninn er kúl og þar er líka eldur sem sólin er." Og svo bara rífast þeir svona. Og svo kem ég og segi: "Dudes, þetta er allt saman skítaklessur með glasúri. Þetta er allt saman sami skíturinn, breytir engu." Þú veist, þeir eru ekki einu sinni að tala það sem er í gangi. Þeir eru ekki einu sinni að tala skítinn sem er í gangi. Þetta er allt saman sama apparatið. Meira að segja einn frægur kall í þessu bláa himnaliðinu þarna, hann gengur torgin, hann er hérna titlingur með bitlinga. Var ekki einhver hérna listaspíra sem talaði það, hann gengur svona torg bæjarins eins og fræðimenn og farisi að gera. "Já, ég er nú hérna prófessor í hálfvita kirkjunni við Vatnsmýri og það er náttúrulega sjá allir að frelsi í viðskiptalífinu, frelsi á markaði þar sem að menn berjast bestu kúnnana og berjast það að gefa bestu þjónustuna. Þannig á markaðurinn að vera, sko. Þannig á þetta að vera, frjáls markaður og frjálst, allt svona frjálst, sko. En ekki að horfa á frelsi TV samt, sko, ekki svo frjálst, heldur svona frjálst og þetta er alltaf frjáls samkeppni og menn berjast fyrir sínum kúnnum með því að þjóna á betur en aðrir. Svo spyr náttúrulega engin fjölmiðla á móti af því að svona fólk kemur aldrei á frelsi TV af því það veit að ég myndi strax spurja þennan einstakling: "Já, heyrðu hérna, við hvað ertu að vinna?" segir það. "Já, ég er, eins og ég sagði, prófessor í háskólanum." "Já, hvernig virkar það? Ertu með æviráðningu þar?" "Já, ég er með æviráðningu. Þannig er það í háskólanum." "Já, þannig að það skiptir í raun engu máli hvernig þjónustu þú veitir nemendum þínum, þú heldur alltaf vinnu þinni." Já, sjálfsögðu." "Og hvað ertu að kenna þarna í þessum tímum hjá þér þar sem þú ert með æviráðningu og föst laun sama hvað þú ert mikill auli?" "Já, ég er að kenna svona frjáls viðskipti og hvað er gott að hafa samkeppni og að menn keppi Já, það er það sem ég er að kenna, sko." "Já, en byrju, þú ert ekki einu sinni í samkeppni. Þú ert í ákveðinni einokunarstöðu. Náttúrulega lengi varst að vinna hjá eina háskóla landsins, þannig að ef þeir menn sem ætla að fara í þjónustu leynireglna, þeir þurfa náttúrulega að fara í gegnum þetta hjá þér. Alveg óháð gæðum þess sem þú varst að gera. Ég meina, þeir gátu ekkert valið einhvern annan sem var ekki í þessari musterisreglu og lært hjá honum og fengið sömu réttindi. Þú ert með einokunarstöðu." "Já, hvað ertu að meina?" "Ég meina, ekki vera svona neikvæður við mig. Ég meina, þetta er svona hatursumræða, lítur að vera eitthvað svoleiðis." Þú veist, og þeir sem eru að kjósa bláa glasúrið sjá þetta ekki einu sinni eða pæla ekki einu sinni í þessu. Nú síðan er það þriðji hópurinn á taflborðinu og í þessum hóp geturðu talið upp að á annarri hendi fyrir utan þá sem eru í leynireglunum og eru hátt uppi, þeir náttúrulega eru að spila þessa skák, sko. Ég er að tala um hina sem eru ekki í leynireglunum. Og ég mun útskýra betur eftir leynireglunar, en það eru svona 5 aðilar og ég er einn af þeim sem er að reyna að segja hinum, sko, fyrsta sem þú ert áttað á er að þú ert á taflmóti.
þar sem gilda ákveðnar reglur í taflinu. Og í öðru lagi þarftu að læra hvaða strategíur í gangi í tafli, þú þarft allavega að læra mannganginn, sko. Og flestir sem til dæmis fara í gegnum háskólann eða í gegnum lífið, þeir eru svona frasafroður. Þeir hafa engan substance og það er þetta sem að ég birti viðtal við hann, við prófessor í Bandaríkjunum, talaði við Stefán Miljö. Það sem að hann að segja nákvæmlega saman, hann segja að það eru svona kultúral marxistar, eða sem sagt menningarlegir marxistar sem hafa eiginlega yfirtekið háskólana og og þeir eru bara froðu fellandi fávitar sem að læra bara ákveðna frasa og síðan bara alveg sem að hvað þykjast vera að læra, sko, að þeir bara froðufella yfir það með einhver svona frösum, já þetta nú svona sósíal mál, þetta nú svona, já þessi saga svona gyðingahallarar hér, já þetta eru svona truthers, þú veist, það er bara búnir svona merkimiðar á allt og prófessorinn sem að heila þóða náttúrulega, ef þú gubbar upp úr frösunum, þá færið alltaf A, sko. En þú þarft ekki að skilja neitt í efninu, sko. Og meira sér stærðfræði, sko, þá getur stærðfræði og túlkunaratriði, sko. Það er þetta common core stærðfræði. Stærðfræði og pólitík. Það er svona, já, 2 + 2, sko. Já, það er nú svona túlkunaratriði, sko. Ef maður í mjög góðu skapi og þú hugsar 2 + 2 út frá góðaskapsþeóríunni, þá 2 + 2 5. En nú ef þú ert að horfa á 2 + 2 út frá þessum samsæriskenningamönnum sem allir ömurlegir, þá ertu með -13. Sem þýðir að við þurfum að leggja sérstakan skatt á samsæriskenningar til þess að jafna bókhaldið. Já, þú veist, það er bara eitthvað svona. Það er bara, já, ef ég með 2 steina og 4 steina, hvað ég með marga steina? Það er náttúrulega túlkunaratriði. Og þetta eru froðufellandi fávitanir sem verið að dæla út úr þessu svokallaða menntakerfi. Og umræðan svona. Og það var nú þessi prófessor sem ég vitnaði hann í, getið sé á síðunni hjá mér, ég deildi vídeónu við hann sagði, það byrjaði í upphafi skólaárs, þá var ég að benda fólki á þetta, ég myndi ekki taka við þessu froðufellandi marxista drullumalli, ég myndi krefjast þess að menn læsu bækur og skildu þar og ég myndi krefjast þess að í þessum tíma sem ég kenni, þá óásættanlegt að menn með einhverju froðusnakki geri 2 + 2 = 5, ég mun ekki sætta mig við það, þá felli ég ykkur. Og hann sagði að og þetta sagði hann svona ekki alveg nákvæmlega þetta, hann svona var sem sagt að segja þetta marxista drullumall myndi ekki, hann myndi ekki kaupa það, sko. Og svo sagði hann að það var einhver kona, hann sagði að hún var að nálgast 30, sko, þannig að það er nú svona harðfulli manneskja myndi maður halda. Hún mætti þarna í þennan fyrsta tíma þegar hann var að kynna námsefnið og svo sá hann ekkert meir. Hún bara fór. Svo 2 mánuðum seinna, þá svona tappað á öxlina á honum og sagt, já, heyrðu, það búin að vera rannsókn í 2 mánuði, þar sem þú varst ákærður fyrir nauðgun og góðu fréttirnar eru þær að við höfum komist að því að þú ert algjörlega saklaus. Hann bara, ha? Hvað meinarðu? Já, búið að vera rannsókn í háskólanum, eitthvað svona board og eitthvað svona stjórn í háskólanum sem var búin að rannsaka nauðgun. Þessi prófessor hefði nauðgað þessari konu sem að mætti þarna í fyrsta tíman hjá honum. Og hann náttúrulega bara, hún sat hana bara með öllum hinum, og veist, ha? Hvað meinarðu? Þá það í þessum ferli, þá fyrsta lagi sýnir það hvað þessi kona sturluð í hausnum eða froðufellandi fábjáni, sko. Í öðru lagi að stjórnin skyldi taka við þessu og rannsaka í einhverja mánuði án þess að tala við þann sem var ákærður, sko.
og að þessu fylgdu engar afleiðingar fyrir þessa stúlku. Ég að sjálfsögðu hefði átt að setja hana í fangelsi fyrir rangar sakargiftir. Nei, 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 nei. Fléttulisti, sko. Axel. Það er fléttulisti. Það er aldrei þannig að kona hafi rangt fyrir sér í svona málum, sko. Ef að hún upplifir að henni hafi verið nauðgað, þá er það bara nauðgun, sko. Þú veist, þetta er þjóðfélagsverkfræði heimskunnar og svo náttúrulega horfir maður á taflborð og sér bara ping pong, hálfvitin að hlaupa þarna fram og tilbaka og veit ekkert hvort er alveg að komið að fara. En þannig að ég ætla að reyna í veikum mætti en einu sinni aftur á nýbúin og eina ferðina en að útskýra aðeins fyrir fólki hvað aðferð er verið að nota. Sko, ég hef margoft sagt ykkur frá problem reaction solution aðgerðum. Þá býrðu til vandamál eða magnar upp vandamál. Svo heyrði ég núna frá honum Michael, ég var að hlusta á hann mikið, hann var að benda á, sko, David Icke hefur útskýrt þetta heitir Hegelian dialect og enginn kennt þér þetta í skólanum. Og David Icke útskýrir þetta sem problem reaction solution. Og nú til dæmis fróðufellandi fábjánarnir, það sprungu núna í þeim öll öryggin. Hvað meinar eðlur? Hvað ertu að segja við séum öll eðlur? Ég meina, David Icke talaði eðlufólki, þetta segja séu eðlur. Nei, ég er ekki að tala það. Ég er að tala skýrgreiningu hans á þessu Hegelian dialect. Ég er að tala það. Reyndu aðeins, ef þú ert svona fróðufellandi fábjánir, reyndu aðeins að hugsanlega ertu með ólæknandi sjúkdóm, þá þarftu í raun ekki að vera að horfa á neitt meira hér. Ég get ekki hjálpað það, sko. En David Icke útskýrir þetta sem problem reaction solution. Michael segir ég vil freka nota problem confusion solution. Og sko til þess að fá alla copy-pastarana já, við verðum bara að hækka skatta og við verðum bara að innheimta skatta öllum, allir verða bara að innheimta skatta og hjálpa öllum allt, letingjar bara halda áfram að vera latir en þeir eiga að fá besta kaupið, því þeir gera minnst, það veist eitthvað svona bara og fólk fattar ekki einu sinni að það er verið að stýra því og það sé náttúrulega, eins og þið vitið á skákmótum, þeir sem kunna að tefla skák, að menn hugsa marga leiki fram í tíman. Þú veist, í skákinni, þeir dung. En þessi fróðufellandi fábjánar sem hafa verið aldir upp af menningamarxistum, að þeir ná ekki einu svona að hugsa einn leik. Þeir eru bara svona svo laufblaði vindi, þeir bara blásast og hafa enga stjórn á neinu. En sko, ef þið sjáið problemin sem við erum að skapa núna og komast í fjölmiðla, svo komast bara ákveðin vandamál í fjölmiðla, sko. Ef þið farið bara yfir öll þessi vandamál, heilbrigðiskerfið, skattundanskot, og þið vitið náttúrulega skoðun mína að innheimta á sköttum með valdi er glæpur gegn mannkyni, að ef þið farið bara yfir öll þessi vandamál sem verið að dæla yfir okkur og núna er Vændi, Airbnb og nú er, þú veist, ef þið bara klippið út, nema alltaf því sem eru í letingafélaginu, þið nefnið því ekki einu sinni, að þið bara farið yfir, ég sá eitthvað hlustandi var að fara, tekið ráð mitt, hann með sennilega ólæknandi sjúkdóm, sem heitir heimska, að ef þið bara farið yfir öll þessi vandamál sem að verið að blása upp eða sitja upp og kasta fram, þá er þetta allt vandamál sem kalla á copy-pastarana, já, meiri skatt og meiri þetta og meiri hitt og meiri bla bla og bla bla, að sá sem að hannar vandamálið, hann er búinn að hanna 2-3 leiki og skapar svona glundroða eða svona confusion og reaction, eða svona rugling og viðbrögð, sko. Já, við viljum bara hafa besta heilbrigðiskerfi heimi, við bara viljum þetta, besta heilbrigðiskerfi heimi, bara besta heilbrigðiskerfi heimi. En hvaða heilbrigðiskerfi er verið að tala um?
Það er verið að tala um einokunarkerfi sem að Rothschild eða Rockefeller-fjölskyldan byggðu upp og þeir stýra þessu kerfi og moka út úr því trilljarðana á ári, sko. Og í leiðinni nota þeir þetta kerfi til þess að koma að sínu eugenics sem er að drepa ákveðið óþægilegt fólk. Og sko, ef að eitthvað barn er í skóla og því líður illa í þessum ömurlega skóla sem er náttúrulega eins og fangelsi, skólar eru hannaðir eins og fangelsi, bara þegar þið lesið Skinner og þið lesið Plato og prússneska skólakerfi, þetta er hannað til þess að fólki líði illa og brotni, þannig að þetta byggjað upp sem heilalausa fróðufellandi fávita, sko. Að í staðinn fyrir að spurja, byrju, af hverju er verið að dæla lyfjum ofan í krakka sem er að sýna bara heilbrigð viðbrögð? Og af hverju er verið að kaupa saltvatn á Skriljónir með, sko, Skriljónprósent álætningu þegar það er vatn og salt til á Íslandi, sko, við getum bara að blanda þetta sjálf. Nei, það verður að vera þessi tegund, sko. Já, við kaupum bara frá Rockefeller, sko. Engin annar kann að blanda saman vatni og salti, Axel. Come on, þú veist þetta, sko. Maður ræðir ekki svona hér, sko. Maður ræðir bara að hækka skatta, sko. Ekki láta svona, Axel. Og svo er allt þetta lið sem er í lyfjageiranum og heilbrigðisgeiranum og hjúkrunarfræðingar og læknar og allt þetta liðið, sko, heimtar það að vera ríkasta fólkið í landinu, sko. Eða víst hafa ábúðslega há laun, sko. Og það var nú hérna kjaraviðræðan og það var nú einhver hjúkrunarfræðingur sem segir, ég er nú bara með hérna lágmarkslaun 300.000, sko. Ég get náttúrulega einhver svona ábúðslega lág upp, sko. Já, ég get náttúrulega ekki lifa á þessu kaupi með allt þetta nám og allt þetta. Svo var einhver sem að datt það, eða hvort hann leitaði eftir því. Þá hérna var eitthvað sem grófi pappir það sem að hún var með 1,5 milljón aukalega sem hún var ekkert að segja frá. Í einhverja, að því hún var að vinna á þessara skrifstofu hinn eða eitthvað enga eða eitthvað. Og þá bara, já, en hitt eru grunnlaunin mín, sko. Já, veist bara. Ég veist, ég verð bara, ég fæ velgju, sko. Nú, svo er það annað sem að er í vandamála stampnum núna, það er þetta með lögregla. Lögregla, það vantar 500 milljónir eða 500 milljarða og það vantar þetta í lögregluna og hitt í lögregluna og það þarf að auka löggæsluna, sko, og bara, já, það þarf meiri peninga í löggæslu. Já, löggan er svo góð. Hún drepur fólk, hún pyntar fólk og er svo ábúðslega góð. Og þá segir maður, já, byrju lögreglan á Íslandi, já, byrju við. Hvað hefur átt að gerst með lögreglan á Íslandi? Akkur, menn það er alltaf verið að dæla í einhverjum milljörðum og svo eru þið náttúrulega alls konar löggur að vinna í einhverju hatursumræðu og teikna myndir, grínmyndir af Sigmundi Davíð og eru með alls konar svona pólitíska skoðanir það hvað er hatur og hvað er ekki hatur. Og svo eru þeir alltaf út alla trissur með vélbyssur og æfa einhverja vélbyssu aðgerðir. Sjálfsögðu verður í einhverja alls konar öðru föndri sem kemur lögreglustörfum ekkert við, þá vantaði náttúrulega alltaf meira og meira í peninga. Það er alveg ljóst. Já, ekki verið svona vondur við okkur, Axel. Þú kallar okkur alltaf löggu. Okkur kallar okkur löggu. Ég ætti hugsanlega að endurskoða það. Þið eru löggu hálfvitar og heimskingjar og með hórin nebba út raskatað okkur eða eitthvað. Og eru það að vinna rosalega vondu verk. Þið eru morðingjar og barnaræningar. Hvað get ég sagt meira ykkur árans lögguhauga fábjánar? Sko, þið get ekki bara framkvæmt fullt af verkum og haldið allir bara syngi halleluja og amen í mustariðsreglunni hjá okkur, sko. Það virkar ekki þannig, sko. Veist, það er eins og með barnamorðingja, veist, eitthvað sem bara, það er nú eitthvað myndir það ekki núna á Íslandi, akkurat fyrir kosningar tilhörum, að ég meina, einhver sem rænir börnum og drepur þau, hann getur sagt svona eins og þetta lið, segja, það bara hata okkur allir, sko. Og það er út af ykkar eigin vondu verkum.
Það er ástæðan fyrir að fólki líkar misvel við ykkur, sko. Og hvernig er búið að breyta lögreglunni undanfarin sennilega 10 ár, undir forsvari Bilderbergara sem segir: "Já, ég er nú bara á því að hér þarf að setja upp leyniþjónustu og her og bara fá skriðdreka og bara allt svoleiðis, sko. Já, ég er á því." Já. Þetta er gaurinn sem er búinn að endurskipuleggja lögregluna. Og hvernig hefur lögreglan verið endurskipulögð? Það er alveg klassísk terrani eða einræðisríkis skipulag sem hefur verið tekið upp. Það eru fjársveltar og eyðilagðar allar héraðslögreglunar, lögreglunar sem voru lögregluþjónar. Þeir mega ekki kalla sig lögregluþjón í dag, þeir geta mist vinnuna út af það. Og þeir voru í sínu nær umhverfi, í hverfinu eða bæjarfélaginu og fleira slíkt, og voru kosnir af fólkinu á staðnum, í nærumhverfinu. Og þeir sáu að verja sitt bæjarfélag. Nú síðan er búið að breyta þessu fyrirkomulagi yfir í morðingjasveitir andskotans. Ég meina, þetta er ekki í fyrsta skipti sem þetta gerist í veraldarsögunni, þetta gerist alltaf svona. Þegar allt fer til helvítis þá gerir það svona. Og sko, lögregluhugtakið með lögum skal land byggja og ólögum eyða og allt það, að það er sko með lögum skal land byggja. Það er þegar lögreglan tekur við framlengingu frá þér til að beita sjálfsvörn. Allir frá náttúrunnar hendi geta varið sig og sitt líf og sína svona umhverfi. Það eru lögregluþjónar. Þeir eru rétt mætir í því sem þeir eru að gera. Leið á þeirri nanosekundu, ef það er að minnsta sem dettur í hug núna, að það minnsta augnabliki sem þú getur hugsað þér, sem að lögregluþjónar breytast yfir í lögregluhauga, þeir gera árás, þá fellur allt þeirra veldi. Þá eru þeir bara lygarar og glæpamenn. Og það er íslenska lögreglan í dag. Þeir eru lygarar og glæpamenn. Það er bara þannig. Þeir hafa drepið íslenska ríkisborgara upp í Árbæ, í Hraunbænum. Þeir hafa rænt börnum af foreldrinu sínum. Þeir hafa pyntað fólk hrottalega og þeir stórskaða ungmenni með að selja þeim eiturlyf og flytja það inn í stórum stíl. Það er íslenska lögreglan sem stýrir eiturlyfjaflutningi til landsins. Og sönnunin fyrir því er óbúslega einföld, að í þessari lögregludeild sem á að vera að rannsaka eiturlyfjaflutning og reyna að sporna við honum, að þar er ekki follow the money sem er svona lögregla 101. Hérna var að koma í lögregluskólann, sko, og það var bankaræningi sem rændi bankann og við höldum að hann hafi rænt öllum peningunum í bankanum til þess að fá pennana. Hann tók líka 2 penna við skrifborðið. Þannig að við höfum ákveðið að hætta rannsókn. Af því það borgar sig ekkert að vera að rannsaka mál til þess að fá pennana 2 tilbaka. Það við bara hættir, já, málið er bara látið niður falla, sko. Hvað með peningana? Já, nei, við hér í þessari lögregludeild, þá vinnum við ekki eftir follow the money, sko. Við fylgjum bara follow the pen, sko, og því, sko, já. Okay. Þannig að þeir hafa sagt það mér, og þeir bara segja þetta opinberlega, þú veist. En fólk er náttúrulega svo fróðufellandi fábjánar, þeir náttúrulega segja bara, já, ég er alveg sammála því, 2 + 2 eru 5, sko. Og himinninn er blár og eldurinn rauður og orans og ég elska glassúr, sko. Þannig að, sko, ekki nóg með það, ekki nóg með þetta, sko. Að það eru bara örfáir aðilar innan þessara lögregludeildar sem hafa allar upplýsingarnar allt.
og það er ekkert deilt með hinum, sko. Og þarna var einhver lögreglu veist það er náttúrulega fullt af fólki, góðu fólki þarna sem í þessu kerfi. Ég meina áttu ykkur á því að það er fólk sem hefur haft samband við mig, sem að veit að þetta sem ég að segja er satt og rétt. Og til dæmis með fólk í sérstaklega hjúkrunargeiranum, þar er fólk í ofboðslega erfiðri stöðu sem hefur haft samband við mig, það vill ekki láta bólusetja sig. Og þá er sagt við það, ok, þá bara vinnur þú ekkert hér, þá bara út með þig. Og þetta er náttúrulega veldur fólki gríðarlega miklum áhyggjum. Og þannig að copy-pastararnir, bergmálararnir, bergerisarnir, þeir hlaupa bara á copy-paste, sko. Já, það þarf að hjálpa lögreglunni, lögreglan þarf pening og bara meiri skatta, bara að hækka skatta, já, hver er með eitthvað dót eftir, já, tökum að þessum, já, og þessum og skattlingum bara allt til helvítis. Og þannig alltaf copy-pastararnir að leysa málið. En þeir vita ekki eins og þeir eru að kópera frá helíti mafíunni sjálfri. Frá valdstjórna mafíunni. Já, ég ætla að kjósa Pírata því ég er á móti spillingu. Já, ok. Hvað fékk Birgitta mikið frá DreamWorks? Já, nei, hún þarf ekkert að gefa það upp, sko. Nú, af hverju er það ekki spilling? Nei, það er ekki spilling. Það er bara spjall. Svona, þú ert bara að spjalla, sko. Nei, það er spilling að taka við greiðslu frá Soros og Co. og amerísku Skull and Bones dæminu og gefa það ekki upp. Það er spilling. Nei, það er ekki spilling. Það er spjall. Já, það er ekki spjall. Já, spjall. Náttúruspjall. Við erum náttúruverndaflokkur. Já. Ok. Sennilega er það bara rétt. Sennilega er þetta bara svona. Ég er bara svona geðveikur. Ég er bara sé hlutina einhvern veginn alveg í þoku, sko. Ég bara skil þetta ekki. Ég er svo antisocial. Þegar að lagðar eru fyrir mig staðreyndir þá bara neita ég að horfast í augu við þar. Það er málið, sko. Og það er spurning hvort ég hafi fengið greiningu. Axel, varstu búin að fá greiningu? Þeir sem að trúa því að 2 + 2 séu 4, þeir þurfa greiningu. Já, þeir þurfa greiningu. Og einhverja pillur líka. Já, pillur, sko. Með sem eru einkaleyfi samt. Passa á því. Ekki taka bara bláber, sko. Þú að taka pillur sem eru unnar úr bláberum. Þú getur ekki bara að borða bláber. Nei, það gerir enginn, Axel. Svona gerir maður ekki. Þannig að hataður er vitur maður í heimskingja landi eða hvernig er það? Nei, ekkert spök, Píratar er ekkert spiltir, sko. Nei, alveg, það er bara misskilningur. Og það er ekkert kosningabandalag hjá vinstri Evrópubandalags Soros fjármagnaða pakkinu. Nei, það er ekkert svoleiðis. Nei. Sko, þið sjáu bara að þið sjáuð að Píratar eru útibú eða eru nýja trademarkið fyrir samspillinguna. Og ég veit ekki hvort þið áttuð ykkur á því að Evrópuþingið, Evrópubandalagið er ekki lýðræðislega stofnun. Þess að þarna er dæmi flokk sem að heitir samspillingin og það er fullt af dótturfélögum þar undir með alls konar nöfn. En ég nota bara samheitið yfir þetta pakk sem er samspillingin. Og það er ég deildi nú link á Brexit the movie, þar sjáum við hvernig Evrópubandalagið er. Það er þannig að Evrópuþingið hefur engin völd.
Enginn, absolutt ekkert. Þeir geta ekki sett lög, þeir geta ekki sett veist, bara, þeir hafa engin völd. Engin, 0, nada, bara ekkert. Þeir ráða engu. En þeir sem eru Evrópuþingmenn eru á sko skriljóna launum. Þeir eru með 10, 15, 20 milljónir á mánuði og allt borgað fyrir og þetta eru bara þvílíkir greifar, sko. Og meira að segja þannig í Evrópubandalaginu eru bara verslunarmiðstöðvar þar sem þeir fá bara allt frítt eða þetta er bara eins og að komast til Elysium, sko. Og svo eru þeir alltaf að segja, já, þetta eru nú ekki lýðræðisleg vinnubrögð, sko. Þetta er ekki lýðræðislegt að gera svona. Það er miklu betra að fara í Evrópubandalagið, þar sem að peningamálin eru í lagi og lýðveldið blómstrar. Nú, er það svoleiðis, já? Nei, mitt. Hefur ekki séð þessa bíómynd, þannig að Brexit. Það er bara viðtal við fólk sem vinnur þannig. Já, nei, við getum ekki sett fram nein lög eða neitt svoleiðis. Nei, við gerum það ekki. Nú, hver leggur þá fram lögin og hver stýrir þessa partí? Já, það eru kommissararnir. Já, og hver kýs þá? Nei, þeir eru ekki kosnir. Nú, hvaðan koma þeir þá? Já, þeir eru svona skipaðir. Já, þeir eru bara settir þarna í embætti. Já, af hverjum? Já, býttu nú við. Ég held að það hafi verið Guð, hvað er það? Má ekki nota Guð lengur? Já, þegar það var svona samfélags, má ekki nota samfélag, hvað á ég að nota þá? Hvað á ég að segja? Já, þeir eru náttúrulega skipaðir af fagmönnum. Og þetta er allt saman fagmenn sem á sínu fagi, sko. Já, og þeir vita best hvernig er að hafa heiminn. Og það er langbest að þeir ákveði hverjir græði og hverjir græði ekki, sko. Það er langbest, sko. Og það er nú eitt svona fugl sem að kemur stundum fljúgandi til Íslands og heitir Eva Snjóli Eva frá Paradísargarðinum. Eva með þetta alveg paradís fyrir fólk sem er þarna í þessu partíi, sko. Og hún kemur alltaf með svona haustfuglunum bara. Já, ég er Evrópuþingmaður fyrir græna glasúrið. Ég er komin til Íslands til þess að kenna ykkur að taka á þessari bankamafíu. Sem er jú sama mafían og skipar þessa kommissara í Evrópudraslinu. Já. Og svo kem ég að segja, þessi kelling er algjör fáiði. Hún er agent til þess að sita Ísland á hausinn. Af því það er sko margar problem, reaction, confusion, solution aðgerðir í gangi. Og það sem að farfuglinn er að gera er að sita Ísland á hausinn, sko. Og þá er bara auglýst, hverjir vilja tæma bankana og setja allt á hausinn og í vitleysu. Og það er alltaf nóg framboð í það. Þú veist, þessu brandarinn með svona brandarum kettlingu í Hafnarfirðinum sem að var eitthvað að henda ruslinu í blokkinni hjá sér og festist eitthvað í rennuna og hún reyndi eitthvað að ýta því niður og svo festist hún í árans rennunni og svo er nágranninn sem býr fyrir ofan hana var að koma að balli blindfullur og labba upp, svo sér hann hana og lyftur upp og fær sér eitt stuttan og svo er hann búið með það og heldur áfram upp og þá spyr félagina sinna já, hvernig var á ballinu? Já, fínt að djama í Hafnarfirði, það er bara ókeypis kettlingar og allt í gangi, sko. Þannig að sko það er alveg nóg framboð í svona voðaverk, sko, í vondverk. Og þegar að þjóðir sita fastar í sorplúgunni
þá mikil hætta á því að þetta gerist. Og það vantar ekkert framboð til þess að níðast á greið konunni sem föst þarna í sorpbrennunni. Það dettur engum í hug að hjálpa henni úr sorpbrennunni, skilurðu. Af því að menn eru fullir af svona marxískum heilaþvotadrullu og froðu fella bara upp úr sér froðu snakki sem að hefur ekkert enga tengingu einu sinni við raunveruleikann. Og dæmi slíkan gaur hérna gaurinn sem gerði hérna. Já, það náttúrulega, Íslandi rosalega mikil spilling. Þar hefur komið upp gríðarlega mikið af fólki sem með bitlinga. Þetta svona bitlingafólk. Það var hérna einu sinni heildsalar. Og þeir bara voru þarna og tóku bitlinga af öllu sem var flutt til landsins. Þetta voru mest svona fyrirbæri með einhverja titlinga sem fengu bitlinga. Og þetta ógeðlega vont að titlingar fái bitlinga. Það betra að bitlingar fá, já, það bara voða vont, sko, að bitlingar endi hjá titlingum. Þetta voða spilltir menn sem að spilla öllu. Það voða vont. Þess vegna verðum við að kjósa einhverja sem ekki með neina bitlinga eða titlinga. Já, heyrðu hérna. Já, athyglisvert hjá þér hérna, vinur. En hérna hvaðan færð þú aftur þín laun? Já, nei, svona hatur, Axel. Sko, nú bara slít ég öllum tengslum við það á Facebook. Já, ég hendi þér bara út fyrir svona hatursumræðu. Og þetta óþolandi, sko. Fyrirgefðu. Ég var bara að spyrja hvaðan þú fengir þín laun til þess að fá samhengi í því að það sem þú varst að segja mér. Nei, það ekkert svoleiðis. Þetta hatursumræða. Þú bara hatar mig að því ég á móti bitlingum og titlingum. Þú hatar mig fyrir það. Nei. Ég nægilega hvað þetta að segja, sko. En ekki til dæmis svona launin sem þú færð, sem eru listamannalaun, bitlingar? Og þú ekki með titling? Halló? Jú. Helgi, hann sleit bara á mig. Það ekkert að tala meira við hann. Já, ég verð náttúrulega að kjósa eitthvað sem ekki með titling eða bitling. Hver ekki með titling eða bitling? Bjarni Ben með titling. Held ég. Sigmundur Davíð með titling. Já, ég get ekki kosið neitt með titling, sko. Já, eða bitling. Sá sem sagði mér að gera þetta svona, hann hvorki með bitling eða titling, held ég veit það ekki. Ég veit eiginlega ekki hvað að gerast í hausnum á mér, sko. Það bara bergmál. En ég tek eftir því, ég á kaffistofunni. Ef ég bergmála þessu, þá allir búið góðið við mig. En ef ég bergmála einhverju eins og sem Axel að segja, þá þarf ég að sitja einn út í horni. Þannig að ef að Snjóli kemur hérna á kústskaftinu reglulega til okkar. Og segir ég spillingar sérfræðingur frá lýðræðisstofnuninni Evrópubandalagið sem hefur engin völd neins staðar og ræður engu bara, þetta bara svona sýndamennska. Og ég með lágmarkslaun við þessa vinnu mína. Hún með nokkra marga milljónir, sannlega 15 milljónir á mánuði. Og ég komin hér til Íslands til þess að hjálpa ykkur með að glíma við þessa spillingu. Já. Sko, þið þurfum bara að gera þetta svona. Þið setjum upp sérstakan
saksóknara. Þið geta ekki látið þetta fari í eitthvað svona venjulegan feril, sko. Það gengur ekki. Svo fáið þið náttúrulega einhverja úr mafíunni sem að tæma hérna alla sjóði og fáið þá til þess að gera skýrslu málið. Síðan færu þá þeir allir óbúslega góða vinnu. Til dæmis hefur engin fréttastofa talað það. Hvað eru margir sem að unna skýrslunni sem núna bankaráðsmenn? Tilviljun. Þannig að þið þurfa að gera svona skýrslu, að byrja á því. Það skilur enginn hvernig peningum stólið. Það skilur það enginn hvernig það gerist. Þú veist. Menn skilja það þegar skinku stólið úr matvörubúð. Það allt annað. Það skinka. En þegar menn stela milljörðum, það skilur það enginn. Þannig að það þarf sérstaka skýrslu það. Já, hvernig formsatriðin formast. Og svo þarf að setja svona sérstakan saksóknara sem heldur utan rannsókn mála. Og það þarf að hafa hann mjög sérstakan. Og hann þarf að kosta mikið af peningum. Milljarða. Og skýrslan kostar milljarða. Af því hér Ísland bara getur ekki keypt olíu lengur. Þá þurfum við að byrja að gera skýrslur. Þegar hér skilur enginn hvað þjófnaður Hérna segir fólk bara 2 + 2 eru 4 eins og einhverjum fábjánar. Við þurfum að fá sérfræðinga og vitringa og fræðimenn til að rannsaka þetta allt saman. Já, ok. Og bíddu nú Eva mín, bíddu aðeins. Hver stýrir banka til dæmis? Það gjaldkeranir? Skúringadaman? Hver stýrir banka svona þessu fyrirbæri sem að fer hér og handrukkar skriljónir af fólki? Já, það eru bankastjóranir. Nei, bíddu fyrir ekki. Ertu að segja það að bankastjóranir séu æðsta ráð bankana? Já, náttúrulega ætlar að vera með eitthvað svona stælaði mig, sko. Þá það nú sennilega bankaráðið sem ræður. Bankaráð. Held að það ráði, ég veit ekki. Ég náttúrulega tala fransku og norsku og ég skil ekki svona íslensku. Já, ok. En sem sagt á íslensku, þá þýðir bankaráð fábjánarnir sem ráða bankanum. Bara svona for your information. Og hérna, já, það sem sagt svona sérstakur saksóknari og skýrslur og sem kostar allt saman milljarða ofan og það skilur enginn hvað þjófnaður og enginn skilur neitt í neinu og svo bara verið að fara með þetta fram og tilbaka í bankakerfinu og fleira slíkt. Á sama tíma rænir fátækumaður einu skinkubrefi á Íslandi. Götumaður sem búið að kasta út úr þjóðfélaginu og lifir á götunni. Og þessi plebbi vogar sér að ræna skinku. Helvíti stónin. Hann var handtekinn, snúinn niður í götuna, með hnéð á valdstjórna hálfvitanum í bakinu. Hann var settur í fangelsi. Hleypt út, málið upplýst. Síðan var hann dæmdur í fangelsi fyrir að stela skinku. Þetta ekkert flókið, skilur. Þetta mjög einfalt. En bankaráðsmennirnir sem eru margir með bitlinga sem að titlingurinn á listamannalaunum talar ekkert Hann í félagsskap sem ekki leynilegur. Það vita allir hverjir eru í þessum félagsskap. En félagsskráin hins vegar leynileg. Bíddu.
Bíddu aðeins. Ertu að segja mér að þessar musterisreglur séu ekki leynifélög? Nei. Þetta eru kristin góðgerðarsamtök. Halleluja. Ekki vera með svona hatursumræðu, Axel minn. Löggan að rannsaka hatursumræðu eins og þessa með merki andskotans. Löggan öll merkt í góldúkurinn hjá þessar reglur yfir höfðun á þeim með þessum merkjum það að þið sjáuð ekki, þess vegna þið lappandi á veggi eins og slefandi fábjánar. Og þessi bankaráðsmaður sem að ræður engum, hann mætir þarna bara á samkomu í þessum sértrúarsöfnuði, mustarinu sjálfu. Og bara, já, strákar mínir, það nú gott að vera hér og vinna verk Krists í þessum kristnasöfnuði. Við, já, þú líka, já, ok. Nei, ég ekkert að signala, nei. Nei. Já, það bara tilviljun að þessi safnaðarmeðlimur hér Hæstaréttardómari. Það bara tilviljun. Það algjör tilviljun að bankaráðsmennirnir og hæstaréttardómararnir og héraðsdómararnir eru allir í sama saumaklúbbnum. Ert þú eitthvað á móti saumaklúbbum, Axel? Af hverju ertu á móti saumaklúbbum? Hvað það? Það svona hatursumræða? Já. Það nú bara eins gott að við kjósum einhvern sem vill hækka skattana til þess að lögreglan geti rannsakað svona haturs áróður frá þér, Axel. Já, það réttmætt að gera það. Þannig að Eva Jolie kom hérna, la, tæmum bankana, rústum krónunni, sittum allt á hausinn. Það ekki problem, vandamál? Það svolítið vandamál þegar allt sett í rúst. Það svona problem. Svo kemur hérna viðbröðin, fréttirnar alveg bara, já, bara hagfræðingar háskólans hafa farið yfir þetta og þetta allt saman alveg voðalega mikið af svona tilviljunum að hér fór allt í klessu, þetta bara allt svona tilviljunum, segir þessir háskólaprófessor, já, hvað segir þú háskólaprófessor, já, hvað segir þú? Já, og hvað segir þú? Já, þetta allt saman tilviljunir, já, hér sem sagt bara fór allt í vitleysu og það eru bara allir sjóðir tómir hérna á Íslandi bara og það bara allt komið í húrrandi mínus og við borgum bara helminga af öllum skatttekjum landsins í vexti. Og eina lausnin að gangi að Evrópubandalagið. Eina sem við getum gert. Annars bara hrynur allt. Það kemur heimsendir. Það alveg að koma, býtu upp, það bara kemur heimsendir. Það hækkar allt 1,5 gráðu. Það bara... Já, ok, rólegur. Það opaslega flókið. Confusion. Það bara... Það gerist eitthvað. Og viðbrögðin eða semst lausnin
var að láta skattgreiðendur greiða sig til dauða. Það dó rosalega mikið af fólki sem framdi sjálfsmorð út af þessari aðgerðum og, lögreglan bætir við sig vélbyssum. Þessi skipulögðu glæpasamtök sem að eru Háskólinn og Musterisreglurnar, sko þau áttu okkur á því að Háskólinn er hluti af Musterisreglunni. Þetta eru skipulögð glæpasamtök. Það er ein ofboðslega auðveld leið til þess að finna skipulögð glæpasamtök. Ofboðslega einfalt. Ég man þegar ég var krakki, ég var 7, 8, já alveg bara mörg ár niðri í bæ að selja dagblaðið Vísir. Og þá var það ekki einu sinni sama blaðið, menn seldu Vísir eða dagblaðið og svo rifust menn. Fyrst voru við bara að selja Vísir, svo kom dagblaðið og þá voru seldur annarkvort dagblaðið eða Vísir. Svo ef maður var ógeðslega sterkur seldi maður bæði, ég hefði nú bara mátt í að selja hana. Og svo kom aftur dagblaðið Vísir, það var ógeðslega þægilegt sko. Það var bara með eitt blað. Týndi ég söguþræðina. Já, ég kemur til mín aftur. Það var Háskóla, mafían, já. Já, einmitt, nú kom það aftur. Þegar ég var þarna 7, 8, 9 ára niðri í bæ að selja blöð, þá fórum við út um allt sko og ég hef alltaf haft svo gaman að tala við fólk og vera með fólki og bara annað sem barn þá seldi ég sjómönnum. Svona sjómenn voru þarna á ákveðnum svæðum, ég fór niður á bryggju og seldi þeim blað og hitti fullt af furðulegu fólki og skemmtilegu fólki og frábæru fólki. Og þar var fékk maður mikið af upplýsingum sem að engin börn fá í dag til dæmis. Og það var einhver sjómaður sem vorum að spjalla og við hefðum hist reglulega og hann segi: "Já, Axel, og veistu hvað mellur eru?" Ég bara: "Nei, hvað er það?" "Já, mellur eru svona konur sem að ég nú sinni var orðinn aðeins eldri en verið seinni partinn þarna." Hann var að segja mér frá mellum og ég náttúrulega bara fékk þá skilning á því hvað það væri. Og svo sagði: "Og þú veist hvernig þú finnur mellur?" Nei. Já, þær eru alltaf á barnum sem stendur næst höfninni. Þar getur alltaf fundið mellu. Og hann var að segja mér alls konar svona og þetta sat alltaf í mér sko. Alveg bara inn með blötu barnsbeinina, svona þess vegna sem ekki verið að segja okkur þetta, það hefur kannski verið allt of fljótt. En þarna fékk ég alveg brennumert á sálina hvar mellur eru. Og þær eru alltaf á barnum sem stendur næst höfninni. Og ég man að ég var ofboðslega svona allir svona barir og svona ég var svo skeptískur á það þarna eftir sko. Fór að pæla í hvaða barar þetta væru sem væru næst höfninni. Og þannig að þarna var eitthvað svona einkenni til þess að finna ákveðna starfsemi. Og hvernig finnur maður mafíu? Þetta var nú ekki að hugsa sem barn, ég er að hugsa þetta núna. Ég er búinn að vera að hugsa undanfarin ár. Sko mafíur, þær stunda innheimtu á verndartollum. Þær stunda spilavíti eða svona, þær eru mafíur sem reka alla þessa spilakassa og allt þetta. Og mafíur eru mjög gjarnan involveraðar í alls konar happdrætti. Hver er aftur í þessari starfsemi? Hverjir reka aftur happdrætti og spilakassa? Ekki er það Sopranos? Nei, það er nú sjónvarpsþáttur held ég. Jú, það er einmitt háskólasamfélagið sem gerir það. Mafían við Vatnsmýrina. Það sem að fræðimenn og farisiðarnir runka hvor öðrum daginn út og daginn inn.
og, segja náttúrlega við þig eins og allir þessir vitringar andskotans: Axel minn, nú ertu ekki sanngjarn. Við erum háskóli. Við kennum hérna vísindi. Já, en er ekki rekstur á spilavítum glæpastarfsemi? Er það ekki mjög vont fyrir fólk sem tapar hérna aleigunni, hefur við alls konar vandamál að stríða? Já, en Axel, sjáðu menntunina, sjáðu hvað hún er frábær. Og hérna, það þarf náttúrulega að fjármagna þetta einhvern veginn og eitthvað svona, skilurðu. Og allir þessir háskólaplebbar eru með æviráðningar og laun og engin smálaun, margar milljónir á mánuði og lifa eins og greifar, alveg eins og mafíósar gera, sko. Þeir lifa alveg eins og greifar, sko. Og sama ef þú færir til Sopranos og segir: heyrðu, Soprano, þú ert hérna með mafíu. Nei, ég er bara hérna með pizzastað og strippstað og endurvinnsluna. Nei, come on. Já, ég meina, fólk verður náttúrulega að fá pizzur, ekki hefur eitthvað á móti pizzumaxi minn. Nei, ekkert á móti því. Á móti því að þú sért að rakketera hérna og stunda innheimta verndartolla og beitir ofbeldi fram og tilbaka og ert að vinna bara hræðilega hluti. Í leynifélagi í raun. Mafía er leynifélag, sko. Já, einmitt. Þetta er nú bara svona hatursumræða, sko. Þetta, hérna, Luciani, sem er fjölmiðlafulltrúinn okkar hérna í mafíunni, já, þetta er bara þú bara hatar mafíur, Axel. Þú bara hatar fólk í mafíum. Það er málið. Já. Það er agalega, það er bara taka á þér. Þess vegna er svo gott að hafa aðalsmerki eins og baráttan er ekki við menna og olda blóði, heldur að anda verið vonskonar í himingeimnum. Og nú hefur komið bara upp eitthvað nýtt apparat sem eru lífeyrissjóðakerfið, sem er ríki andskotans í ríkinu, sem að er allt saman rekið af háskólamafíunni og tekur 15% skatt bara og borga sér 30, 40, 50 milljónir á ári bara og allir 15 milljón, 20 milljón króna jeppar frítt og flug bara, einhverja ráðstefnu bara, já, hvernig á ég að ráðstafa öllum þessum peningum og svo bara all fyrirtæki bara landsins keypt upp af þessari mafíu, þeir bara stjórna öllum fyrirtækjum landsins og svo eitthvað svona plebbi eins og ég byrja með fyrirtæki, þá byrja þeir á því að senda skattrannsóknarstjóra, já, bara alltaf bara skattum nýsta mikið og bara skatt og drekkja mér með alls konar áætlunum og þetta er það sem ég hef lent í bara. Þetta er bara mafíu starfsemi. Valdstjórnin er mafía. Gerir öll verkin sem mafía gerir og verri. Öll. Og svo eru þeir með sirkus sem heitir lýðræði. Sirkusar og flúorfyllt brauð. Í því liggur hamingjan. Þeir færði ekkert meira. Það er bara sirkus og flúorfyllt brauð, halvvitið. Þú ert halvviti. Þú ert heimskingi. Því miður, það var það bara þannig. Nei, einhver sem vill vera vinur minn, velkominn. Hvernig er það, Axel? Vaskar þú upp heima hjá þér? Nei, hún er uppþvottavél. Já, eða þrífur þú heima hjá þér? Já, við erum með bara svona mjög ljúga samverur hérna fjölskyldan og yfirleitt þegar þrifið er að þá börnin slást að fá að vera með og börnin mín eru þannig að við erum að segja við, herðu, ertu ekki til að borða smá kjöt? Nei, ég vil bara grænmetið.
Það er bara svo mikið heilbrigði hérna á heimilinu og kona mín er alveg hún er svo mikill snillingur. Hún er svo klár. Hún er ofviti. Hún er miklu klárari en ég til dæmis. En hérna, það er ekki vandamál þar svona ég verið að velta því fyrir ykkur. En hérna hvað er þetta með að vera kanamella? Er það gott eða er það vont? Eða Brusselishóra? Ég hef enga vanvirðingu fyrir fólki sem að selur líkama sinn til kynfæraislegra nota, heldur bara fólk sem selur líkama sinn til þess að vaska upp eða steikja franskar kartöflur eða stefna einhverjum eða rífa, þú veist, fyrir fólki sem vinnur heiðarlega vinnu og vændi að vera mella eða hóra er upp að vissu marki heiðarleg vinna. En hins vegar er það mafían sem að þvingar fólk út í vændi, það er glæpastarfsemin, sko. Og það er samkynja glæpastarfsemi og er valdstjórnin íslenska. Og íslenska valdstjórnin, það er nú eitt sem er svolítið merkilegt við þessi það er nú málið með þessa heimskulegu mafíu sem að er með þennan sirkus núna. Að þeir koma alltaf upp um sig. Ein frægasta kanamella bæjarins var að vinna lengi við það að selja draslið frá hernum. Ég held þú getur varla verið meiri kanamell en það en að selja skítinn undan þeim. Og þessi einstaklingur á dóttir sem að hefur greinilega farið í sama bransa og pabbi. Og hérna, þið vita að mafíur rekrúta mikið úr sínum fjölskyldum af því að blóðböndin eru það sem að halda leynireglum og mafíum gangandi. Nú, hérna skýrgreinir valdstjórnan mafían sig sjálf. Þetta er fólkið í þjóðinni. Og þú ert ekki þjóðin, sko. Þú ert lýðurinn. Og hérna staðfestist það sem að ég hef haldið fram. Þeir eru að staðfesta samsæriskenninguna mína að háskólasamfélagið er hluti af valdstjórnarmafíunni. Hugveitur, veitu hvað er það? Hver er hugveitur? Hafið þið spáð í það? Hver hugveitur er? Er það ég? Og fjölmiðlar. Þetta er skipulögðu glæpasamtökin, valdstjórnin. Sem að ég hef tvisvar sinnum sett Hæstarétti skeyti og óskað eftir nafn og kennitölu, eða sem sagt eftir kennitölu og heimilisfangi á valdstjórninni. Það hefur aldrei komið fram. Fulltrúar þessa mafíu hafa sagt opinberlega á fjölmennum fundi: þið eruð ekki þjóðin. Var það
taka froðan út úr eyrunum og hlusta. Þjóðaröryggi. 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 Prelátið frá þessari sértrúarhreyfingu hefur lýst því yfir að við erum ekki þjóðin. Hvaða öryggi er það verið að tala ef það ekki verið að tala hinn almenna Íslending? Og sem við köllum lýðinn. Sko lýðurinn man væntanlega eftir síðasta 17. júní, þar sem að lýðurinn fékk ekki einu sinni aðgang á Austurvöll. Austurvöllur, sólin rís í austri, eða ekki? Og völlur er vígvöllur. Það er sem sagt forsætisráðherra, ráðherra sem fer með utanríkis- og varnarmál og ráðherra sem fer með almannavarnir. Það er sem sagt enginn hérna frá velferðarráðuneytinu eða með einu slíku, sko. Það er ekkert verið að spá í pakkið eða lýðinn eða hvað ég vil kalla það. Þeir geta bara étið það sem úti frýs. Og það er ástæðan fyrir því að þið sjáið breytingar á lögguhugunum til dæmis. Og hérna er talið nú allt það glæpagengi, Landhelgisgæslan og ríkislögreglustjóri og allir þeir glæpamenn eru taldir upp hérna líka. Að það er búið að blekkja þig, kæri trúmann, og lifir í blekkingum, góði. Fínt uppfyllingaefni í pásunar. Kjósið prubbarann. Er það ekki? Hérna er hugsanlega skýring á því af hverju Davíð Grey var snúinn í götuna og lagður í ræsið. Þið vitið að stjórnmálaflokkar eru götugengi sem berjast í ræsinu. Götugengin berjast í ræsinu. Götugengi eru stjórnmálaflokkar og ræsið eru fjölmiðlarnir. Hér kom sem sagt þingsályktun bann við skipulagðri glæpastarfsemi. Þessu þurfti náttúrulega að eyða alveg leið, af því að þetta þýddi að allir núverandi, allir stjórnarflokkar falla undir þessi lög. Að leggja fram frumvarp og hérna er valdstjórnarmafían búin að skýrgreina starfsemi sína í raun. Og það er líka annað, þeir halda þeir séu sloppnir, sko. Þeir sitja alltaf mjög stuttar fyrningar á sín glæpaverk. En skipulögð glæpastarfsemi er svona í ætt við stríðsglæpi.
og sérstaklega þegar að valdstjórn framkvæmir þetta, þá það stríðsglæpir sem fyrnist aldrei. En það þarf að koma til samvinna fleiri en 2 einstaklinga. Ókei, check. Starfsemi þarf að standa yfir í langan eða óskilgreindan tíma. Check. Grunur þarf að liggja fyrir alvarleg afbrot. Check. Morð, pyntingar, rakkatering, þjófnaður bara á öllu sem að hægt að koma höndum yfir. Spilavíti og fleira. Eiturlyfja innflutningur og sala og dreifing og allt þetta. Við erum svo skítsami með eiturlyfin, þetta náttúrulega skaðar fólk, sko. Markmið viðkomandi eru auðgun eða völd. Þetta ekki bara allir valdstjórnar plebbar nánast? Auk framangreindu liða þurfa einhverjir af tveir af eftirtöldum að eiga við. Hver þátttakendur hafa fyrirfram ákveðið verkefni? Check. Skipulagið lúti einhvers konar skipulagið að stjórn? Check. Ég margsanna að þetta lið í sameiginlegum félögum og í dómarar og pólitíkusar og öðrum en stjórnmálaflokkum. Starfsemi þarf að vera alþjóðleg. Check. Eva Jolie alþjóðlegur plebbi og það Soros alþjóðlegur plebbi. Það alveg greinilegt að þetta gildir. Þátttakendur þurfa að beita ofbeldi eða öðrum aðferðum sem þykja til ógnunar. Check. Ef þú gerir ekki það sem þetta lið segir, þá færðu bara hvergi vinnu, þá færðu bara að éta það sem út í frís. Skipulagt starfsemi þarf að vera svipað því að þekkist í viðskiptum með rekstri. Check. Það þú sér að mafíósanir eða forsprakkar þessara mafíu, þeir rúlla bara á milli háskóla, prófessor eða rektor háskóla og svo þeir bara formenn í lífeyrissjóði, svo þeir bara allt í orðnir formenn ASÍ eða verkalýðsfélagi og svo þeir bara í stjórn flugleiða og svo þetta liggur í augum uppi. Viðkomandi þurfa að stunda peningaþvætti. Check. Bankarnir, fjármálamarkaðarnir stunda peningaþvætti. Og þeir nota líka svona sértækar peningatækni eða peningaþvætta aðferðir, til dæmis alþingismenn sem að geta breytt ykkur eða fá völd frá almenningi. Þeim mjög fljótlega að skúbba til bankana í svona sérstaka þjónustu sem að fólk fær. Og það þannig að þú leggur bara 1 milljón eða bara 100.000 kall eða þú fær lánað bara 100 milljónir eða bara hvað þú vilt. Síðan tekur bankinn það inn á viðskiptasviði hjá sér eða í einhverja starfsemi hjá sér, þar sem að þeir vilja að þú hafir ákveðnar skoðanir og greiðir atkvæði svona einsegin. Þá kaupa þeir kannski hlutabréf í þessu félagi morguninn og svo ef hádegi það tap á þessu bréfi eða í lok dagsins. Þeir þurfa að gera þetta í lok dags, þeir þurfa að stemma af daginn og í lok dags þetta haldið opið fyrir allan daginn, það skráði eitthvað svona kaupnóta óútfyllt morguninn og keypt þetta hlutabréf. Síðan í lok dags, ef þú ert góði dátinn sveik, þá fær ef það hagnaður af bréfinu, þá fær það inn á reikningi þinn, eða tap, þá borgar lífeyrissjóðurinn eða ríkissjóðurinn eða einhver annar sjóður. Þá skráðir hlutabréfið á lífeyrissjóði. Og það þessi risa svikamela sem í gangi daginn og daginn inn. Og þeir bara óstjórn, það enda með fljótlega að þetta borga 200.000 skatt í lífeyrissjóðakerfið, sko. Þeir stunda skipulagða glæpastarfsemi. Já, það ekki eins og þeir leitist við að hafa áhrif. Þeir
stjórnmálin, fjölmiðlarnir, opinbera stjórnsýslan, réttarkerfið og hagkerfið. Þeir eru bara þetta. Mafían þetta hér. Þannig að öll þessi 7 atriði stemma við starfsemi þessara plebba. Og og þannig nú það. Síðan sjáum til dæmis með þessi skattaskjólsmál, þessa eða Panama-mál hans Sigmundar, þá kom annar plebbi fram, Kára Dónin þarna. Bara, það ekki hægt að hafa svona steypu eftir. Hann með fyrirtæki í Delaware, til dæmis. Hvað Delaware? Það skattaskjól. Enginn að skoða það. Já, ég Kastljós. Ég ætla að Kastljósi á spillingu og skattsvik. Þetta Kastljós, já. Og líðurinn bara heima að runga sig fyrir Kastljós. Já, varum að fá hærri skatta, sko, til að redda heilbrigðiskerfinu. Nú að gera þetta, sko. Já. Ég sé ekki fram á að geta runga mér þegar ég gammal, sko. Ég að fá einhverja hjúkku þess að redda þetta, sko. Ég meina, þetta hjálpa svona fávitum, sko? Ég veit það ekki, segir það. En allavega þá þetta eins og ég sé kýrauðsinn. Og nú ef að einhver vill að ég komist á þing eða verði forsætisráðherra og beiti kröftum mínum í þetta, þá það opinn möguleiki. Það var nú ástæða fyrir að ég settist þarna á sæti hjá Dögun. Það fræðilegu möguleiki að koma mér á þing að þið viljið. Þá þurfa allir að krossa við listan og strika yfir allan af mig. Ekki sé mér sinni illa við félaga mína, ég ekki að segja það. Og ekkert endilega að mæla með þessu, skilur. Ég ekki með neina blauta drauma að vera þingmaður. Og ég get náttúrulega ekki svarið í þessu lygaskrá sem í gangi, þannig að það kannski ekki einu sinni tæknilega mögulegt. Sjálfum sér segir enginn við hvaða stjórnarskrá, það trúfrelsi í landinu. Ég trú ekki á þessu stjórnarskrá. Þeir sem eru ekki kristnir komast upp með það að sitja ekki í kirkjunni. Ég hlýt að komast upp með það að sverja ekki við þennan lygabókstaf. Þannig að bara það fróðlegt að sjá hvernig það verður tæklað. En með fullri virðingu þá þekki ég nú ekki nema 2 á þessum lista sem ég á. Ég þekki bara 2. Já, 2 þekki ég vel, sem Hólsteinn og Pálma. Þeir eru miklir snillingar, sko. Annars ég náttúrulega bara ekkert mikið inn í pólitík, sko. En allavega þá þegar ég sá það að mér takist ekki að koma sjálfsveldisflokknum á koppinn, eða í kjötkallana, þá tók ég við þessu tilboði við þessu sæti, sko. Þó ekki væri nema að það glufa ef að menn að fíla það sem ég að segja, þá það fræðilegu möguleiki að koma mér á þing. Og ef ég hefði ekki tekið þetta sæti, þá hefði ekki verið nokkuð möguleiki. Þannig að það skákmeistari hér á ferð með doktor í samsæringafræði. Og það annar háskóli við Vatnsmýrina sem að útskrifa menn í tilfinningafræðum. Tilvílanafræðum og tilfinningafræðum mjög líka. Bara svona, ef þið finnst. Og já, ég var nú að já, þetta sem sagt eins og ég sé pólitíkin í dag. Og þið vitið náttúrulega að ég tjái mig hér og þessi stöð rekin á þessu biblíu-essi að baráttan ekki við fólk á hold og blóði, heldur anda verið vonskonar í himingeimnum.
og, meira að segja þá, ég hef hvatt mafíósana í þessari glæpamafíu að koma fram núna. Af því það er, söguleg staðreynd að þegar að lýðurinn áttar sig á þessari þjófastarfsemi eða þjóðarstarfsemi leynifélaganna, og þess vegna er það náttúrulega vélbyssuvæða sig, að þá er lýðurinn mjög fljótur að opna, fyrir bara eins og drykkingahylli og bara, þú veist, eins og í Indlandi, þar sem að, verið var að bólusetja krakka eða börn og þau lömuðust og jafnvel dóu bara á staðnum, þá, sturlast lýðurinn, hann verður ofboðslega reiður lýðurinn og hann drap bara hjúkrunarfólkið og liðið sem var að sprauta, sko, og bara sprengdi það upp, sko. Þannig að ég er ekki að berjast við fólk af hold og blóði. Ég vil ekki heldur, og sé í sjálfu sér enga lausn í því, að fólkið í þessum árans leynireglum skaðist heldur. Ég vil að þið komið fram. Nú ef að þið takið ekki því tilboði, þá eruð þið ábyrg fyrir ykkar eigin ógæfu. Og, ég meina, þetta er augljóst, skilurðu. Og hér til dæmis á Frelsi-TV þorir enginn að koma í viðtal, sko, af þessu liði, þessu pakki, sko. Ég boðið mörgu af þessu liði sem ég hélt meira að segja væru félagar mínir að einhverju leyti í baráttunni gegn verðtryggingunni og eitthvað svona, skilurðu. Þeir þora ekki einu sinni að tala við mig. Þeir eru allir að plotta eitthvað, sko. Það er markmið viðkomandi er auðgun og eða völd. Og, þannig að það er tækifæri, ég skal hleypa ykkur hér í viðtal ef þið viljið tjá ykkur. Til dæmis, af hverju liggja hvergi upplýsingar fyrir það leynifélagatengsl hæstaréttardómara? Hvar er það? Af hverju er það liðið að leynifélag sé rekið fyrir aftan lögreglustöðina og löggurnar allar í merkjum frá þeim? Ég meina, hvað er það? Þannig að kjósið Axel eða ekki, alveg skítsama. En samt ekki. Ég vil ekki að fólk meiði sig á heimsku sinni. En takk fyrir komuna. Endilega hendið fullt af peningum í kosningasjóði Frelsi-TV. Eða nei, það er ekki Frelsi-TV, ég er nú víst í framboði annars staðar. En í fjölmiðlastarfsemi Frelsi-TV, bara það er linkar undir. Það senda á íslenskan bankareikning eða PayPal-inn minn. Ég þarf nú að lifa á einhverju, eða ekki? En já, allavega þá þakka ég ykkur fyrir komuna og verið sæl.